Lúxusborgari og piparosta baconborgari. Netto, þar sem grillveislan byrjar. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín sjónvarps Víkurhetta. Já, við erum hérna á Suðurnesjum með allt það nýjasta. Í þættinum skoðum við meðal annars nýjungi ferðaþjónustu í Grindavík, mjög skemmtileg smáhýsi. Við kynnum okkur starfsemi Þroskahjálpar Suðurnesja á nýjum stað og förum í kóngareið á Suðurnesjum. Já, hvað er það? Jú, hún hefur tekið nýja stefnu þessi kóngareið, því hár og skegg organista Keflavíkur kirkju er falt fyrir 1 milljón króna. Nánar í þættinum. Þetta er 500 og þetta er 500. En við hefjum leikinn í Grindavík. Jakob, segð okkur aðeins frá þessum smáhýsum sem við stöndum hérna fyrir framann. Já, þetta er Harbour View og þessi hús eru byggð í Lettlandi og eru hönnuð á Íslandi. Og þetta er hannað svona, eins og við sjáum stóri gluggar, flott útsýni yfir höfnina og svo innan dyra er svona luxus, þannig að þú getur notið útsýnisins yfir höfnina og bara lífið hérna í kring á höfninni sem er alltaf eitthvað. Og svo náttúrulega eins og að vera út í sveit og horfir í hérna áttina og fjallasýnin á bakvið. Og hvaðan kemur þessi hugmynd? Hugmyndin? Hugmyndin kviknaði svona hjá okkur feðgum, vorum að rúnta hérna fram hjá tjaldsvæðinu og okkur fannst þetta flottur staður fyrir svona einhverja hittur. Það var nú hugsað svolítið lítið til að byrja með, en svo stækkaði verkefnið svolítið hratt þegar það er nú teiknað inn á tjaldsvæðinu hittur líka og við óskuðum eftir að fara þar, en þeir vildu frekar hafa okkur hérna út á túninu og þá vildu við fara meira út í svona luxusgistingu. Þannig að já, hugmyndin svona þróaðist, búin að vera í gangi í 2 ár og þangað til að við svona sóttum tjaldsvæðið og það var svona, já, það gekk ekki alveg upp að fá það, þannig að við ákveðum bara að sækja lóðina hérna bakvið. Var það ekki eiginlega þá lán í óláni að fá þessa lóð með þetta útsýni? Jú, eiginlega sko. Þetta er náttúrulega alveg frábært útsýni hérna og flott að geta horft yfir höfnina og séð lífið hérna í Grindavík, bara á, þetta er náttúrulega svona sjáarbær, það er það sem að útlendingurinn leitar í, alltaf niður við sjó. Og hvenær opnuðu þið? Við opnum 1. september og við skrifum undir í mars. Þá skrifum við undir kaupin á húsum og erum komin í rekstur 1. september. Þannig að þetta er í rauninni plug and play. Gengi mjög hratt fyrir sig. Já, mjög. Og allt tilbúið eins og sjáu, það er búið að malbika allt fyrir utan og þetta er gert náttúrulega eins snyrtilega og hægt er. Þannig að það sé sómi af svæðinu. Þú sagði mér áðan að það hefði tekið 20 mínútur að græja eitt hús, af því að þau komu tilbúin nánast, ekki satt? Jú, þau komu bara með skipi til Hafnarfjarðar og þar voru þau bara hífð á bíl og keyrt hérna inn á lóðina, hífð niður, enda húsi hérna, það fyrsta hús sem var sett niður og það tók mig 20 mínútur að tengja það og þá var það bara tilbúið með hita og rafmagn og vatni. Kannski var ég í sturtu bara. Og hvernig hefur verið bókað hjá okkur? Er full bókað á næstunni eða? Já, það er búið að vera mjög góða bókanir frá því við byrjuðum. Við opnum nú bara fyrir bókanir í lok ágúst, þannig að við erum bara nýbyrjaðir, en það var fullbókað í gær og bókunarstaðan er góð. Þannig að fólk virðist hefur mikinn áhuga. Það er síðan 1. september og þá hafa orðið farið 2 brúðasvítur út, þannig að það er áhugi fyrir því líka. Þið kannski geta bara gefið ykkur út fyrir að vera brúðarvæn gisting. Já, þetta er náttúrulega flott, sóma sig vel fyrir brúðasvítu. Já. Það er alveg á hreinu. En hvernig finnst útlendingunum að vakna við hliðina á hrútum á hverjum morgni þegar þið gista hérna? Við venjum svolítið við erum náttúrulega með gærur inni, þannig að við venjum fólki við. Þannig að þegar það kemur út þá kemur það ekkert óvart nema að það heyrist eitthvað í kvikindunum þannig. En jú, ég held að það heilli að hafa líf í kring og vera í sveitinni. Þú ert svona eiginlega í sveitinni en samt hálfpartinn út á sjó líka, þannig að þetta er svona góður kokteil. Þetta er það. Þetta er bara, já, ég held að þetta verði mjög vinsælt.
bara meðal Íslendinga og erlendra. Íslendingar geta alveg verið hérna eins og útlendingar. Og hefur meiri hlutin verið erlendi ferðamenn enn sem komið Já, meiri hlutin. En það hafa verið Íslendingar líka. Það hafa verið, en það er svona 80% útlendingar held ég. Og heillar nær umhverfið líka, gott að hafa flugvöllin svona nálægt og Bláa lónin nálægt líka? Já, klárlega. Við erum náttúrulega, Grindavík er náttúrulega mjög vel staðsett fyrir hvern sem kemur hérna. Við höfum Bláa lóni í bakgarðinum, við erum með Reykjavík náttúrulega í bakgarðinum, við erum með flugvöllin og svo náttúrulega allt sem í boði hérna, afþreyingin. Það eru fjórhjólaferðir og það er góð það er góður matur, flotti veitingastaðir, góð þjónusta og fjallahjólaferðir, það er hægt að fara í gönguferðir. Það eru flottir stígar hérna úr Grindavík í Bláa lónið og svo bara möguleikarnir fyrir fólk að geta gist hérna og nota einn daginn til að ferðast Reykjanesið bara á sínum bíl eða fjórhjólum eða gangandi eða hvernig sem er. Og svo er þetta að fara á suðurströndina, þú ert ekki nema 50 mínútur á Selfoss og þú ert í 20 mínútur í Keflavík og hálftíma í Hafnarfjörð. Þannig að þetta er náttúrulega eiginlega bara, þetta er bara miðpunktur Íslands. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Ásmundur, þetta ansi merkileg starfsemi hjá Dósóselli og Þroskahjálp á Suðurnesjum, en þetta mikill áfangi hjá ykkur núna að vera að færa ykkur hérna í þetta skemmtilega húsnæði? Já, þetta mikill áfangi fyrir okkur að vera komin hingað út á Hrannagötu á Vatnsnesi. Og auðvitað kannski kemur helst upp í huga núna þakklæti til allra þeirra sem hjálpa okkur við að gera þetta mögulegt fyrir okkur. Við erum auðvitað bara þannig lítið félag en eigum mikil stuðning í samfélaginu og finnum það bæði í þessu verkefni og eins þeir fjölmörgu sem koma að hinga og leggja okkur til dósir og annað slíkt. Og auðvitað er merkilegast fyrir okkur að geta skapa hérna betri vinnuaðstöðu fyrir okkar fólk sem hefur öðruvísi hæfileika í vinnu og nýtist mjög vel hér og við viljum að þeim líði sér best og ég held að við séum komið með vinnustað sem er algjörlega á pari við bara þá vinnustaði sem standast bestu kröfur í landinu. Getur aðeins í fáum orðum kannski lýst fyrir okkur starfseminni og hvernig þetta fer fram? Já, þetta er auðvitað kannski eins og fólk veit að hingað koma einstaklingar með dósir og fyrirtæki og stofnanir og við erum í miklu samstarfi við Ísavía og flugvöllin með það. Við sendum bíl upp á flugvöll á hverjum einasta degi, alla daga vikunar og sækjum dósir. Af því er töluvert sem fer í gegnum gjafadeildina. Eins er það hjá einstaklingum. Hér til dæmis eldri borgarar Reykjanesbæ sem að labba hér á hverjum virkum degi morgungöngu að þeir tína dósir og safna saman og gefa okkur afraksturinn á hverju ári. Það munar það. Og síðan eru bara Suðurnes sem ótrúlega duglegir að drekka svona alls konar vökva sem við fáum umbúðirnar að og við erum að fá svona, alltaf ekki svona 600.000 ílát á mánuði. Það munar það. Hvað er það margir einstaklingar sem eru í vinnu hérna hjá okkur? Við erum með svona að jafnaði 6, 8 til 10 einstaklinga. Það eru svona allir kjarni sé ekki 7 einstaklingar, svo eru þetta að koma hérna inn og fara eins og eðlilegt á svona vinnustað. Fólk sem að koma í iðjuþjálfun og svo að fara út á vinnumarkaðinn. Okkar fólk fer líka á vinnumarkaðinn. Við eigum marga af okkar fyrrverandi starfsmönnum sem eru í flugstöðinni, eru þar í kerrudeildinni og standa sig afskaplega vel. Þeir eru hérna í Bónus og Krónunni og öðrum verslunum og sinna þar ábyrgðarmiklu störfum. Og það er auðvitað bara mikilvægt fyrir samfélagið að þetta fólk vinni sína vinnu, borgi sína skatta og standa á eigin fótum eins og við viljum öll gera. Og þessar einstaklingar sem að vinna hérna, þið náið að greiða þeim laun eins og en þú varst að nefna það í þinni ræðu að það draumurinn væri að geta látið þau fá, eins og maður segir, full laun eða alvöru laun? Já, við höfum samið við verkalýðsfélag Keflavík, Verkalýðs- og sjómannafélagið Keflavík það að okkar starfsmenn fái hálf laun
miðað við ákveðin taxta hjá Verkalýðs- og sjómannafélaginu. Það sem sagt draumur okkar núna með bættri aðstöðu og geta auki verðmæti framleiðslunnar með því að minnka flutningskostnað, að þá munu tekjur starfseminnar duga til þess að fara á næsta stig að borga full laun. En það auðvitað þannig að þeir einstaklingar sem að vinna hjá okkur, þeir hafa rétt á bótum eða öryrkjabótum frá ríkinu. Þeir eru auðvitað á þeim, en þegar eru auðvitað að hafa mikla tekjur sem hér eru, að þá mínusast það frá bótunum. Og til dæmis í þessari viku þá þurftum við að vinna 1 kvöldi til kl. 12. Þannig að það stundum mikið trafík og hér í þessu gamla fiskverkunarhúsi líka stundum eftir ennþá. En það mátti heyra í þinni ræðu líka að þú varst að þakka tugum aðila á Suðurnesjum fyrir mikla hjálp við að gera þetta að veruleika, þetta gamla fiskvinnsluhús að þessari starfsemi. Já, ég verð nú bara reyndar að viðurkenna það að við erum eiginlega svona svolítið lömuð yfir því hvað okkur hefur verið tekið vel og hvað fólk hefur gert rosalega mikið fyrir okkur, hvað þessi starfsemi nýtur mikil þakklætis í samfélaginu. Og það er auðvitað það sem skiptir svo miklu máli og sýnir í rauninni hvað þetta samfélag hér á Suðurnesjum sterkt. Að vilja vega þessar starfsemi sem mestan. Við ætlum okkur að halda áfram á þessari braut með góðra manna hjálp og við eigum finna ónýtt tækifæri í þessu húsi. Við ætlum að sjá hvað við getum gert í því og tíminn mun leiða það í ljós. En ég vil sérstaklega þakka Reykjanesbæ og Ísavía og Braga Guðmundsssyni og Sigurði Ingvarssyni og fleirum. Þetta eru svona stóru aðilar hérna bak við okkur. Við fengum gefins hurðir og við fengum gefins málingu og bara vinnuframlög og hluti sem að mann hefði ekki dreymt og við eigum nú reyndar eftir að selja húsið okkur upp á Iðavöllum ennþá en við höfum ekki þorað að taka það saman hvað þessi stuðningur er í mikill. Hann telst í milljónatugum ætla ég að segja og ég er algjörlega samfærður það að þegar við verðum búin að ná því öll í hús að þá er þetta einhver mesti stuðningur sem að einhver samtök og Suðurnesjum sem hafa fengið bara mjög lengi. Svona í blálógin, það verða vélar hérna afkasta meiri, verðið þið með afkasta meiri starfsemi en á gamla staðnum? Í lok sumars þá mun önnur lína, flokkunarlína bætast við starfsemina sem þýða bara 2-földun afköstum. Það mun þýða það að langur vinnudagur geti styst eitthvað. Það mun þýða bara fljótari og skarpari þjónustu fyrir okkar fólk. Við erum okkar viðskiptavinir hafa nú stundum þurft að vera nánast út á götu þegar mest traffíkin er. Við vonum að með haustinu þá sé það liðin tíð og starfsfólki okkar og viðskiptavinir fái bestu mögulegu aðstöðu sem að kostur á. Lúxusborgari og piparosta beikonborgari. Netto, þar sem grillveislan byrjar. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval, flytjið honum í þælum móði, ástarljóð mín, mína barn. Þið eruð, má segja, alla daga að safna ykkur fyrir nýju orgeli. Og í sumar voru þið nokkuð áberandi þegar þið fóruð kóngareið Suðurnes. Arnór, þú kannt nú ykkur að sögu að því. Já, við ákváðum það, þessir fílgjörfu menn sem að þeir eru, þessir 4 kóngar, ég er nú svona 5. tannhjólið, að hjóla 120 kílómetra á milli allra kirkna á Suðurnesjum og söfnuðum svona áheitum og vorum að hvetja fólk til þess að leggja inn á reikninga ef okkur tækist þetta. Við vorum sannfærðir okkur tækist þetta. Okkur tókst þetta náttúrulega 2 sem fórum alla leið. Svo voru náttúrulega aðrir sem að hjóluðu styttra og við vorum með trússa með okkur og hitt og þetta. En í heildina, svona aflegu þættir af þessu öllu saman, þá held ég að hafi komið í kassan ykkur 500.000 og það er bara vel. Við erum agalega ánægðir með það. En
nýtt orgel eða uppgert orgel, þá á ekkert að henda þessu orgeli út, þá bara fara og hressa upp á það. Það hlýtur að kosta aðeins meira en 500.000. Já, við þurfum að, núna er það svo fyndið, núna er komið hérna, það er ekkert fyndið, það er eiginlega bara ömurlegt. Núna er komið svona tímabil þar sem eru hitabreytingar í loftinu og núna er það farið, nú á það sjálfstætt líf. Nú þarf ég alveg að hafa með allan við að þegar það byrjar að íla, nú er náttúrulega dálítið útferðir úr svona, þannig að það er að íla í tíma og ótíma þetta hljóðfæri, þannig ég þarf að vera að berjað og finna hvað það er, en allavega, út í dúr, en aðalpunkturinn samt er að við þurfum, sem sagt, þetta er alveg töluvert að þessu hljóðfæri í ágætistandi. Það eru pípur sem er algjör óþarf að henda sem eru bara í lagi. En megin parturinn, hjarta þessa hljóðfæris eiginlega fer. Vindhlaðan er hjarta hljóðfærisins, það sem að tekur vindinn inn, dælir sérst lofti svo í pípurnar. Við þurfum að styrkja það allt saman, við þurfum að stækka það eins. Við þurfum að fá pínlítið stærra hljóðfæri hérna í kirkjuna og fjölbreyttara. Þetta er of lítið og það er of fáar raddir eiginlega sem hægt er að nota. Það eru 16 raddir í þessu hljóðfæri og ég get notað svona helminginn, 8. Hinar bara eru, það er ekki hægt, þær eru bara ljótar og þær eru bara búnar, bara out of date. Það stendur best before aftan á pípunum. Og jarðar. Lýs mér það ljós í gegnum þennan geim, mig gleður sín. Erla, hversu mikilvægt er að hafa gott hljóðfæri í þessu húsi? Mjög mikilvægt. Orgelið, þetta hljóðfæri sem að kallast drottning allra hljóðfæra, fyllir kirkjuna með þessum ómum og tónum sem frá því kemur. Og þetta er hljóðfæri sem að kórinn stendur við og gefur frá sér söng í margbreytileikunum, í sorginni og lofgjörunni og sunnudögum í messu og fleiri stundum. Og ekki bara mun breytast virkni þess, þetta er svona hálfgerð líffæragjöf sem það er að fá, nýja vindliðu og margt annað, heldur ásjónan mun breytast líka. Þetta orgel er frá 1965, 67. Já, 65, 7. Við vorum allavega ekki hugmynd þegar það kom. Það er sem sagt ekkert fagra línur á því sem harmonía illa við hvelfingun okkar og bóðdregna línur Rögnvaldar Ólafssonar sem teiknaði kirkjuna okkar. Þannig að Björgvin orgelsmiður sem mun vinna þetta fyrir okkur, hann mun líka breyta ásjónu þess, þannig að það mun fegrast lúkki á loftinu hérna. En ég held að fólk finni það kannski ef það ekki væri, hvað það vantar. Að þetta hljóðfæri á að heima í svona stóru rými sem kirkjuskip er. Segir mér aðeins frá orgelsjóðnum. Hvernig er hann búinn að vera að starfa og hverjir er að leggja ykkur lið? Hvenær er hann stofnaður þessi sjóður? Hann er stofnaður í minningu Árna heitis sem var þáverandi formaður sóknarnefndar. Hann lést á Reykjanesbrautinni í alvarlegu bílslysi sem var þá og fjölskyldan óskaði þess að sjóður til að betrumbæta orgelið þá fyrir meir en 20 árum. Þá yrði það gert í minningu hans nafni og þau störf sem hann vann fyrir sína kirkju í sjálfbúnum þjónustu. Og það er svona smám saman mjatlaði og voru seld minningakort en ekkert mikið meira það kannski á þessum tíma. En 2011-12 þá byrjum við svona aðeins að blása lífi í sjóði. Og það voru þá 3 milljónir í ár. Biggi Guðni var mikið með okkur í þessu, blessuð sé minning hans, hjálpaði okkur mikið í hinn og þessu. Og við erum búin að taka svolítið skurk í þessu núna síðustu árin, sko. Við eigum viljum fyrir 19 milljónum og endurbætur á nýgerðu orgeli með öllu því sem þarf í útliti og innra lagfæringu eru 25. Þannig að ykkur vantar 6 milljónir cirka? Já. Það er mikill peningur en ekkert svo mikill kannski fyrir svo stórt samfélag en samt mikill peningur. Ég veit eina
hvenær sjáum við það gerast að Björgvin fer að eiga við orgelið? Við bara... Næsta ári. Já, það væri draumur í dós. Það væri æðislegt ef hægt væri að gera negla það þá. Já, sko maðurinn minn sagði, vill fólk ekki fara að drífa þetta, það þarf ekki að hlusta á þetta meira. Sérst að við séum að safna. Nú viltu mér að hlusta á ílið sem kemur alltaf. En ég held að greini það ekkert frá tónunum. Þetta verður rosalega flott þegar við fáum, meiningin er að þetta er svona liturgískt hljóðfæri. Passa rosalega vel fyrir helgihaldið, eins líka til að spila sólóverk á það. Núna er hljóðfærið hvorugt einhvern veginn. Þú veist, það er erfitt að finna raddir til að spila í helgihaldinu og það er vissulega ekki fyrir nein sólóverk, sko. Þannig að það verður dásamlegt að fá nýtt hljóðfæri sem við getum farið að láta óma hérna allt. Við munum kannski sakna sjálfstæði hljóðfærisins þegar stundum heyrist í því þegar enginn er í kirkjunni. Þannig að það mun margt breytast í ílum og vælum og hljóðum og spörkum. Sól slær sigri á vonarspær sín. Þetta er svolítið svona erfitt gamalmenni. Já, algjörlega. Verður þú svona í vinnum eftir nokkur ár? Nei, ég verð ekki gamalmenni eftir nokkur ár. Nei. Heldur ílíðir? Það ílir alltaf í mér. Ég verð ekki gaman að vera svo 30 ári, ég verð gaman. Rólega horfa á gráa á því skegginu. Það er samt enginn tekið áskorunum sem ég gaf opinberlega út hérna síðasta vetur að þetta er 500 og þetta er 500. Og fólk getur safnað sér saman og lagt 500.000 eða 1 milljón og það ber þetta. Þú bjóst það til. Já, og ég samþykkti það ekki. En er það nokkuð að samþykkja? Verður ekki bara að framkvæma það? Já, það gerir allt fyrir þetta. Þetta er allt fyrir vinnuna þína? Ég veit það, og ef presturinn segir það, þá var ekki núna. Það stendur í innri samþykktum starfsreglum okkar að það kemur upp ágreiningu þá ræður sóknarpresturinn. Alfa, beta. Það er ávallt fjör í fréttum hér á Suðurnesjum og hér kemur duglítill fréttapakki frá Víkurfréttum. Arion banki og 5 lífeyrissjóðir hafa tekið yfir 98,13% hlut í United Silicon. Hluthafafundur United Silicon HF fór fram 19. september síðastliðinn. Samkvæmt heimildum Víkurfrétta eru lífeyrissjóðirnir sem ræðir eftirlaunasjóður atvinnuflugmanna, eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar, Festa lífeyrissjóður, Frjálsi lífeyrissjóðurinn og lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands. Fyrr í mánuðinum veitti Héraðsdómur Reykjanes félaginu framlengingu á heimild til greiðslustöðunar til 3 mánaða eða til 4. desember. Stjórn félagsins vinnur nú áfram að endurskipulagningu félagsins og hefur stuðning hluthafa til að leita nýrra fjárfesta og leiða viðræður við þá. Tilkynnt var eld borð í Airbus flugvél Wizz Air með 147 manns borð skömmu eftir brottför frá Keflavík í síðustu viku. Vélinni var snúið við og neyðasti boðað og aðgerðarstjórn kom strax saman í stjórnstöð í Keflavík. Vélin lenti heilu og höldna á Keflavíkurflugvelli, lögregla og fulltrúar frá rannsóknarnefnd flugslysa komu strax á vettvang. Svo virðist sem kveiknað hafi í rafsígarettu borð í vélinni og hún hafi verið sett án þess að láta vita í salernið. Farþegar á Keflavíkurflugvelli á tímabilinu janúar til ágúst voru 5.954.761 og er það 32,4% aukning frá sama tímabili í fyrra. Fjöldin er í takt við farþegaspor Isavia sem gefin var út í lok árs 2016. Gert er ráð fyrir að heildarfjöldi farþega verða á bilinu 8,7 til 8,8 milljónir árið 2017 sem yrði þá 28% aukning frá árinu 2016. Skipting farþega er í samræmi við spár en 3/4 farþega flugvallarins eru tengifarþegar en aðri farþegar skiptast í komu- og brottfararfarþega. Það var stórborgarbragur á umferðinni í Reykjanesbæ í síðustu viku. Vegna framkvæmda við hringtorg á mótum Reykjanesbrautar og Aðalgötu ofan Keflavíkur var allri umferð frá flugstöð Leifs Eiríkssonar beint í gegnum byggð í Reykjanesbæ. Meðfylgjandi myndir voru teknar með flygildi Víkurfrétta yfir helstu umferðaræð Reykjanesbæjar sem meðal annars liggur fram hjá höfuðstöðum Víkurfrétta. Bæjarráð Grindavíkur samþykkti að hafa tjaldstæði Grindavíkurbæjar opið út nóvember og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2017 að upp á 2 milljónir króna.
sem fjármagnaður verður með hækkun tekna á tjaldstæðinu. Tjaldstæðið hefur notið mikilla vinsælda í sumar og talið að met verði sett í aðsókn á þessu ári. Ferðamenn eru farnir að lengja tíma sinn á ferðalögum með tjöld og í húsbílum, hvort sem það að vori eða hausti. Þessi myndalegi Hvalur heiðraði hvalaskoðunarfólk með nærveru sinni skammt undan landi í Reykjanesbæ í lok síðustu viku. 2 hraðskreiðir hvalaskoðunarbátar fullir af fólki komu frá Reykjavík til að berja dýrið augum, auk hvalaskoðunarbáts frá smábátahöfninni í Grófinni í Keflavík. Hvalir hafi verið tíði gestir utan við Keflavík og Njarðvík í sumar, enda makríll verið í torfum þar síðustu 2 mánuði og hafa tugir smábáta stunda veiðarnar frá Keflavík. Nú hins vegar að draga úr veiðunum og bátunum sem stunda þær að fækka. Leiðu þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum með vikulegt fréttablað sem kemur út á 50 og það einnig hægt að nálgast það á Víkurfrétta vefnum. Á vefnum erum við mjög öflug líka í fréttaþjónustu, nýja fréttir alla daga vikunar. Og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Golffréttir alla daga ársins, takk fyrir. Og við kynnum nýja liðsmann á Víkurfréttum. Þetta er hún Rannveig Jónína Guðmundsdóttir. Kemur úr Grindavík. Já, takk fyrir það, Páll. Endilega verið duglega að senda okkur hugmyndir efni á miðla Víkurfrétta. Við sjáumst í næstu viku. Þökkum fyrir okkur og verið sæl.